Gestur, nú erum við staddir hérna í landvinnslunni hjá Samherja á Dalvík. Hversu umfangsmikil starfsemin hér í þessu húsi? Hvað vinnið til dæmis mikið á dag? Hér í þessu húsi erum við að vinna á svona hefðbundnu degi þetta 50 til 60 tonn af hráefni. Já. Við erum, já það hér eru svona 120-130 starfsmenn. Og þetta alla daga ársins sem við vinnum hér. Lokum reyndar í 4 vikur í sumarfríum, en annars hér full vinnsla alla daga ársins. Já. Þetta alltaf gríðarlega stór og mikilvæg vinnustaður fyrir Dalvíkurbyggð. Já, þetta langstæðsti vinnustaðurinn í sveitarfélaginu. Já. Þessu til viðbótar þá erum við með hausaþurrkun hérna á Dalvík og þar eru 20 starfsmenn. Já. Það stór hluti að vinnuaflinu í Dalvíkurbyggð, þannig að og til viðbótar eru sjómenn, þannig að við erum umfangsmiklir hérna. Já. Við erum með aðra stóra starfsstöð á Akureyri, í útgerðarfélagi Akureyringa. Svo erum við með hausaþurrkun á Laugum í Reykjadal og svo á Húsavík erum við í Reykjavísu. Og hefur þá landvinnslan hreinlega verið að aukast undanfarin ár? Já, hún hefur aukist frá því að við komum til Dalvíkur inn í BGB Snæfell, eins og þetta hét þá, árið 2000. Þá voru unnir hérna milli 3 og kannski 3000 tonn á ári. Við erum að vinna á síðasta ári 12.000 tonn hérna. Og hvaða afurðir eru þetta svona helsta sem þið eru að vinna? Uppistaðan þorskur. Það örugglega kringum 80% af hráefninu sem við vinnum, þorskur. Og hann að stærstum hluta seldur ferskur eða frystur. Hlutfall ferskra afurða hefur farið vaxandi á undanförnum árum. Já. Það var kostnað þessa frosna og síðan saltfiskafurða. Já. Við höfum ekki verið stórir í salti, við erum aðeins í því á Akureyri. Þannig þetta svona, uppistaðan ferskt eða frosið. Og þetta þarf að komast hratt á markaði erlendis, þannig að þið nýtið flugið? Já, ferskar afurðir eru náttúrulega seldar ferskar og þá var það að komast á markaðinn sem fyrst. Og við nýtum alla leiðir frá landinu, má segja. Hér fyrir aftan okkur til dæmis upplýsingaskjár, þar sem við komum á framfæri upplýsingu til okkar starfsmanna og hér til dæmis tölur það hvað við unnum í gær. Þetta var bara svona hefðbundinn mánudagur í vinnslunni. 52 tonnar hráefni. Í þessu húsi vinnum við þorsk og ýsu, en það var engin ýsa í gær, það verður ýsa í dag. Eins og ég var að tala áðan hvað veður og færð og afskipanir skipta miklu máli og þá eru líka hérna upplýsingar frá vegagerðinni. Ekki það að almennu starfsmaður kannski ekki alltaf á leiðinni til Reykjavíkur, en það svona til þess að sýna fólki bara að við þurfum að spá í það hvort við komum afurðunum frá okkur. Þá látum við þær rúlla hérna með. Þetta svona það sem fólk að tala á hverjum degi. Það eru hérna upplýsingar það hvaða skip að landa í dag og hverjir munu landa á morgun. Í morgun lönduðu 2 skip hérna á Dalvík, Björgúlfur og Anna. Og svo hérna lifandi kort með staðsetningu skipanna á hverjum tíma á miðunum. Þannig að þetta svona hvaða upplýsingu við viljum koma til okkar starfsmanna. Svona þannig að þau séu með okkur í því að láta hlutina ganga. Þetta mikil púsluspil, má segja hverjum degi að koma afurðunum frá okkur. Því að þetta eru ferskar afurðir og það verður alltaf að ganga upp. Já, hvernig þá púsluspilið að fá hráefni? Það alltaf tryggt? Nei, þetta útgerð og fiskvinnsla og sjómennska og í Norður- og Atlantshafi það náttúrulega einn þátturinn, það að berjast við náttúruöflum stundum. Svo tíðarfarið hefur verið núna í vetur, hefur þetta náttúrulega verið svolítið strembið. En við búum að því að við erum að gera út stór skip, þannig að við getum svona í langflestum tilfellum tryggt okkar viðskiptavinum hráefnið. Þau geta verið í flestu veðrum, getum við sagt. Og árið fer vel af stað eða eitthvað? Árið fer vel af stað. Við erum mjög sáttir með síðasta ár. Það var okkar besta ár í landvinnslu.
allavega hvað magn varðar. Verð hafa svo sem lækkað eins og hefur komið fram held í fjölmiðlum að fiskverð hefur farið lækkandi en við erum bara þokkalega sáttir. Okkur gekk mjög vel á síðasta ári að selja afurðirnar og ég held að þeim líkar okkar viðskipti líka við þær og vilja eiga við okkur viðskipti þannig að við erum bara þokkalega sáttir. Ég sá að árshátíðin auglýst þarna líka. Já, það svona, hún reyndar ekki að finna eftir 2 mánuði eða eftir að setja hlutan í mars en við viljum bara að fólki taki daginn frá og það sé allir viti það að það árshátíð. 29. mars. 29. mars.